Verið velkomin í Mótorhaus. Við erum stattir í Skien á torfæru. Norður-Evrópumeistaramótið í torfæru fór fram dagana 5. og 7. september í Skien í Noregi. Alls voru 33 skráðir til keppni og þar voru 13 Íslendingar. 400 manns fylgdu íslensku keppendunum til Noregs og var því gríðargóð stemming alla helgina. Það var hlátur, það var grátur og það var allt í skrúfunni. Íslensku keppendunum gekk misvel og það var gaman að sjá hversu samheldnin í íslenska hópnum var frábær og allir voru til að hjálpa hvor öðrum þegar eitthvað bjátaði á. Við í Mótorhaus fylgdum að sjálfsögðu okkar mönnum eftir. Hvað segirðu, Stebbi? Liðstjóri heimasettunar kominn út til Noregs, allt klárt eða? Já, við erum hérna að tína út úr gám. Alls konar heilsudrykki og bíla og drasl og járn. Hvernig gekk ferðin? Er í lagi með bílinn eftir hana? Já, það sér ekki á hann. Við dúðum hann vel. Okay. Nú frétti ég að Elmar hefði ekki verið búinn að sjá heimasettuna fyrir hann að koma hingað. Þú stjórnaðir eða ekki hvernig hún útlitinn á henni og hvernig tók hann þessu eiginlega? Ég fekk frjálsar hendur. Heimasettar á 25 ára afmæli held ég. En mér varst tilmælið að breyta henni í setja hann í svona varskipalit. Af því að hann tók það ótrúlega vel bara. En svona menn yfir höfuð tóku því ekki vel. Þangað til að hann var tilbúinn sko. Það er hún stórglæsileg. Jæja Elmar, nú ertu komið til Skien. Búinn að sjá brekkurnar, hvernig líst þér á þetta eiginlega? Ég hef nú ekkert labbað upp að þeim núna. Maður sá það náttúrulega tveimur árum síðan, þegar Þór var að keppa hérna heimsættinni. Þetta leggst bara ágætlega í mig. Hnúturinn á eftir að koma, hann kemur hérna í brautskóinni í fyrramáli. Núna skildist mér að þú hefur verið á sjó þegar bíllinn fór í gám og það hafi verið jafnvel skipt lit á hann og var búinn að frétta. Nú ertu búinn að sjá bílinn, hvernig er bíllinn? Bíllinn er flottur. Steppi eldri bróði fór í þetta, þá var þetta aldrei spurningum að þetta kæmi vel út. Og strákarnir er alltaf smíðið nýtt veltibúr og það var bara eins og við að búast, komið mjög vel út hjá þeim. Ég er bara sáttur. Hann er svona heldur grimmar en hann var. Það var komið tími og smá útlitsbreytingar á honum og þetta bara kom vel út. Það held ég nú, en þarna sjáist Snorra Þór Árnason virða fyrir sig brekkurnar eins og sjáum á gríðarlega brött og ógnvekjandi stál. En við ætlum að byrja á því að vinda okkur í fyrstu braut. Jæja Elmar, fyrsta braut búinn og hvað er að frétta? Já, það kom ægilegur undrasnúningur á vélina en hann sneri hjólunum ekkert.
að grillaði sjálfskiptingu. Ég að vonast til þess að konverterinn hafi ekki verið valdurinn að því að hann heiðalaðist rétt fyrir Akureyri og við eigum ekki vara. En nú getur maður bara alveg hægt að spá í hvaða sæti maður verður og bara haft gaman að þessu. Jú. Hvernig verður hann að mynda að labba og sína okkur hvað er að gerast þetta? Já, strákar, við hjálpaði nú eitthvað sko. Við erum búin að rífa skiptingu undan og að berjast þetta hinum við bílinn og... Það getur alveg búin að þessu, Konni! Það losaði þetta. Þið erum losa millikassana. Við erum að missa þessu. Það getur alveg búin að þessu, maður! Konni er nýliði viðgerðarliðinu og það er Konni bróður, það er greinlega Konni, ertu að klúðra þessu? Ég er að rífa hann helvís millikassa úr maður. Þeir nenni ekki að gera neitt í sér strákar. Strákar er eitthvað æstir. Jónas, ert þú ekki að stjórna þessu? Jú, hér er ég með völdin, ræð hérna yfir þessu. Það er þessi blái litur hérna sem gerir þetta verkum með þessi gírónitur. Þetta er svo kallaði Ford Blue. Þetta er alveg sko, svo erum við AMC rauðan, það bætti ekki úr. Ekki í dag, við reddum þessu. Eftir mikinn hasar í pittnum var komið að annarri braut og fyrstur hjá okkur í þeirri röð var Atli Jamil Ásgeirsson. Jæja, áfram með smjörið þá er komið að þriðju þraut. Þar er fyrstur Arne Jóhannessen á Lightfoot. Næsta braut á dagskrá var tímaþraut og fyrstur í hana var Snorri Þór Árnason á kórdaningnum. Eftir að hann fór sína ferð var keppnin stöðvuð og keppnishaldarar ákváðu að fella tímaþrautina úr keppni. En það virtist nú ekki standa í vegi fyrir sumum dræfurunum og þeir ákváðu nú samt að reyna við pollinn með misjöfnum árangri. Hvað segirðu Snorri? Hvernig gengur? Það gengur ágætlega. Smá vandamál með norska lýðræði hérna. Reglur og annað, en þetta hefst allt. Hvað ertu stattur í keppninni? Ég veit það ekki. Við erum nú í smá vesenni sko, en þetta hefst allt. Við verðum vonandi í toppbarðinni í lok dags eða á morgun. Ok, þú sagðir norska eitthvað. Hvað er í gangi? Segðu mér eitthvað. Þeir leggja brautir eftir þeirra höfði. Reglurnar stemmi ekki, svo gerir maður eitthvað öfugt í það sem þeir vilja og þeir vilja ekki taka á móti því. Þannig að rétt er rétt í þeirra augum sko, þannig að það er ekkert að hreyfa við því. Þannig að það er svona einhver svona ágreiningur hvernig þú átt að fara í einhverju línur og eitthvað svoleiðis. Já, og vitlaus hlið hingað og þangað sem að maður þarf ekki að fara í gegnum og eitthvað svoleiðis sko, en þetta er eitthvað sem maður þarf að vinna með bara. Hvernig hefur gengið með bílinn og allt svoleiðis í dag? Bílinn er góður. Bóknaði felga í tímabrautinni en það er bara að laga það núna og það er þetta klárt. Af hverju þorðu þeir ekki í pollinn? Þú gungaði það? Ég var ekki í reggalanum. Ég var hliðið þannig að þú þurftir ekki að fara í pollinu? Já, en það er búið að kenna mér þau mistök, þannig að ég er vondi kallinn. Normenn taka ekkert á sig.
En hvað er planið í dag? Á ekki bara að rústa þessu? Jú. Há ekkert að hika núna. Hvernig eins og núna fyrir Noreg, var mikill undirbúningur sem þú fórst yfir? Já, allur bílinn tekinn í frumyndir og farið yfir allt, sett allt nýtt sem að svona smá hluti og nýtt body og bara, já, þetta er bara klárt. Undirbýrð þú þig meira heldur en hinnir hérna? Ég myndi segja það, já, því að þeir eru allan að skrúa hérna sko dag og nótt í þessu rusli. Ég kem bara og setja í gang. Þú voru nú að kippa gírnum úr eitthvað bara til að vera svona í flútti við hérna. Já, hellið olíu og svona. Hvað segirðu, er allt í skrúfinu eða? Já, það er allt í skrúfun. Það er fram- og afturskaft og afturdrif. Hvað var það sem gerist eiginlega? Með grunnan hefur dottið á gír og ég þrykti gír á snúning. Og þá kom það kabúm bara. Já, akkurat. Það er hafa gaman að þessu, maður reddar þessu bara. Ertu með alla varaluti með þér? Já, það er allir svo hjálpsamir hérna. Það er búið að lána mér suma hluti og ég var með eitthvað. Ólaði bara að eiga það. Hérna, hvar ertu í stigatöflunni? Bara hefur ekki getað fylgst með því. Bara veit það ekki. En verið að keyra vel samt? Það mætti vera betra. Ég mun vanda mig núna. Hvað segirðu, hvað er að gerast þér eiginlega? Það er hrunnu skipting. Með aðra? Á með aðra, en ég veit samt ekkert ástand á henni, þannig að það bara vonum sér í lagi. Hvað er það sem að gerist? Af hverju fer þetta? Það er bara gömul skipting, þannig að það er ekkert búið að kíkja hana frá að keypti bílinn og Guð má vita hvað hún er búin að vera langt síðan hún var löguð seinast. Akkurat. Hvernig var staðan áður en þetta gerist? Ekki góð held ég. Kom ágætlega út á fyrstu þrautin, svo bara í stýribúrum með leiðandi, svo núna skiptingin. Þetta er ekki alveg minn dagur. Nei. En gipið þess ekki bara í liðin og hissir uppið og allir glæðir? Jú, það er bara, ég efast ég nái næstu þraut, en annars er það bara þá þrautin eftir það og reyna að gera eitthvað gott. Bíllinn samt góður á öðru liti? Já, bara mjög góður. Þannig að þetta lofar allt góðu ef þetta fer að hanga í lagi bara. Hvað segið þið hérna strákar? Maggi, er allt í góðu það? Já, bara dó á bílum. Já, var það í pollinum? Já, bara rétt áður en kom í pollin. Þannig að þú hefur bara reynt að fleita þér á engu aflið þarna yfir? Já, og gekk bara út í miðjan poll. Hvernig er annars staðan? Eru þið búin að finna gótt fyrir sögðan? Þeir eru að bara síðan strákarnir. Þetta er örugglega eitthvað sem leysist bara mjög fljótlega, sko. Hann fór í gang hérna áðan og það er bara eitthvað ramas. Ég var varfið þetta í braut 2 líka og datt út aðeins. Og vonandi bara, það var ágætt að fara í þetta upp og að sjá að það væri þá bílað. Hvernig hefur annars gengið þér? Hvað ertu í stigatöflunni? Ég bara veit það ekki. Nei, ég er að vonast ég að sé topp 10 allar eins og er. Og það er náttúrulega heill dagur eftir, þannig að við getum kannski aðeins bætt í. Hvað segirðu, Valdi? Hvað er að gerast? Það er ekki að gerast fyrir nú bara. Er það svoleiðis? Það er allt að gerast, sko. Hver er staðan á bílum? Hún er heldur góð núna. Fyrir helviti erfið á morguninu, svo æðilega skiptingu braut 3. Braut 1 brotnaði eitthvað nýtrórófið sem ábar ekki geta brotnað. Þannig að þetta verður ekki minn dagur sínum mér. En hvernig líst þér á brautirnar á svoleiðis? Það eru geðveikar, sko. Þetta á að vera svona hátt og erfitt og erfiðar. Varstu með alla varaluti klára til að geta gert við hann? Já, strákarna reddaði og ég fór í Drullugaland til að hjálpa þeim. Þetta er eiginlega komið bara. Það er glæsilegt. Veistu eitthvað í hvaða stöðu þú ert samt? Ég kúka á mig, sko. Það er eitthvað lengst aftast, sko. Þú ert samt ekki neðað við Elmar og Þór, eða það? Nei, það er maður aldrei verið neðan þá. Nei. Það er ekki séns. Þeir sjáum og slástum að vera síðastur. Erðu, gangið vel. Takk. Jæja, Elmar, hver er staðan? Hún er fín. Bíllinn í lagi? Eftir því sem ég best veit, sko. Við skiptum skipting og konverter og það breytti engu. Fórum aðeins tilbaka og litum yfir þetta og höldum að það hefði bara verið sett aðeins og lítið. Ég sett alveg nóga olíu á skiptinguna sem er nú svona pínu klúður en það gerist í hita leiksins. Já, er það ekki? Er ekki auðvelt að yfirsjást eitthvað þegar það er allt að gerast? Já, það er auðveldur en hitt. Hvernig líst þér annars á brautirnar hérna? Það voru mjög skuggalegir ég fór í brautskoðun í morgun, sko, ég viðurkenni það alveg, en það er náttúrulega bara svo alltaf, þú veist, sem leiðum maður er búinn að fara eina braut eða eitthvað og svo hrollur er komin úr manni og þá er þetta bara gaman. Veistu í hvað sæti þú ert? Nei, ekki hugmynd. Það er bara að vinna Valda, ég veit allavega við sýnist við vera sneggir að skipta sjálfskiptingar en Valdi. Þannig að þú ert að vinna þar allavega? Allavega hana. Já. Hvernig hefur gengið segur í dag? Ertu búinn að veistu í hvað sæti þú ert? Ég
Var í 7. fyrir tímaþrautinu sem við keyrðum ekki. En ég vona að ég náði að síga upp eitthvað, ég næði að halda akstri og þetta gengur. Þegar gasið kemur inn, þá er meira fjör. Já. Segðu mér aðeins, varstu í einhverju vandamálum með þetta í morgun, með bíluna? Þetta virkaði fínt í pröfunni og svo byrjaði hann að vera leiðilegur eftir fyrstu þraut og við heldum að við fundið ástæðina en svo þegar við vorum búin með aðra þegar þá fundum við bíluna þannig að það var bara nýturóra og dottinn úr sambandi. Er engin pressa á þér að halda titli? Þú ert nú tvöfaldur meistari í þessu? Já, það er alltaf dundraði pressa og maður er að standa undir henni. En þess að segja, við erum með gott lið og það er bara vonandi að maður ná að keyra þetta í gegn. Það er náttúrulega hálfu dagur eftir í dag og 1 á morgun þannig að þetta er ekki búið eins og segja gamlu gælandi. Þá var næst komið að 5. þraut sem var frekar tilþrifalítil og það bil 18 kílómetrar að lengd. En við ætlum ekki að vera að eyða púðri að sýna ykkur frá henni og vindum okkur því næst í 7. braut þar sem að Valdi Krass Hard var fyrstur og gekk svona lala eins og sést. En þessi braut var gríðarlega skemmtileg og glæsileg tilþrif. Þá er komið að 7. og jafnframt síðustu brautinni þennan daginn. Þar var fyrstur Martin Mikkelsen á Two Insane. Þessi braut var frekar auðvelt til að byrja með, en þegar að grófst úr bakkanum hann í fyrsta stálinu, reyndist hún verða dýrkeypt.
Hvað erum við að tala núna, Elmar? Sögun endalausu. Er það svolítið? Já, Hvað? Herru, ég var svona alltaf ekki að festa með okkur innum og tók svona full hrustli á honum yfir hygginn og braut fram driftskaftið og annan öxulina framann og svo slóst driftskaftið í olíupönnu og gerði gatt á hana. Gast ekki brotið eitthvað meira? Það allt hægt sko, en ég hefði nú sennilega þurft að vanda mig virkilega við það ef ég ætlaði að brota eitthvað meira. Eru strákarnir ekki að redda þessu eins og alltaf það? Jú, það er ekki að spyrja því. Þeir eru alltaf sigurvegarar sko, alveg sama hvernig ökumaðurinn keyrir. Nú ertu 12. eftir daginn í dag. Hvað ætlar að gera á morgun? Ekki vera 12. Vonandi. Nei, ég meina það er bara ein leið upp á þetta svona dag. Það er bara upp. Vonandi upp listan, vonandi ná eitthvað að klóra. Norðmennirnir eru ekkert svona góðir sko. Og þeir fá ekkert að halda það heldur neitt á morgun. Það verður tekið á þau á morgun. Jæja, Haukur. Já. Hvernig gekk hjá þér í dag? Herðu, þetta gekk nú svona upp og ofan. Það var svona helvitist tjón eftir brautum og 2 í veltónum. Bognaði svona hásingin skemmtilega. Við erum að reyna að rétta hana. Bara svona meiti sveitin, er það ekki best? Jú, það er náttúrulega langt best. Ég gæti ekki svona keyrt á stóru dekkjunum af því þau eru águst í dempanum. Það var bara að setja súperskúpurinn undir aftan. Ok. Þannig að þetta er að detta í gagni hjá þér? Þetta er að detta í gagn. Við vonum það allavega. Hvað segir allir? Ég segi allt gott. Segðu mér aðeins söguna, hvað komin á bíl og til Noregs? Já. Hvað gerir? Þetta er geðveikt. Hvernig kom það til að þú keyptir þennan bíl? Herði, bara búinn að horfa á hann lengi. Fungerar flott. Þannig að ég bara let vaða. Og bara fyrsta pröfa í fyrstu braut á heimsmeistaramóti í Torfæru? Það er kannski svolítið stór keppni sem fyrsta pröfu, sko. Já. En þetta er bara heldur gott. Hvernig gekkir í dag? Bara þokkalega. Veistu hvað ert í stigunum í dag? Nei, ég hef því miður ekki séð einn stig, sko. Svona fyrsta impression er þú sest inn í hann og keyrir hann og er þetta eitthvað eins og þú hélst það? Þetta kom rosalega óvart. Stór turbo, það skilar rosa krafti sko. Hvað er planið? Ætlar að fara að keppa heima og ætlar að fara að keppa hérna eitthvað? Það er bara heim og bara að taka á því þar. Það er ekkert bilað hér í dag? Herði, það var allt bara í góðu, síðan lögðum við þetta bara þegar daginn er búinn. Þá fann að leka sjálfskýtolíu og það kom ljós að sjálfskýtingin er brotin. Þannig eru það skiptingu núna þá? Já, það er bara sem betur verið uppgötaðist það núna í dag. Þannig að morgundagurinn byrjar ekki á þessu. Nei, akkurat. Ef þú segir okkur aðeins frá þessum bíl? Herði, hann er með LS3 og Borgwarner turbínu og ætti að skila okkur kringum 1000 hestaflum. Já. Það er svoleiðis? Já. Og þar þá ekki eitthvað, er eitthvað byggður kjallar í honum eða eitthvað svoleiðis til þess að þola þetta? Já, það er byggður mótor, hryggstangi, stimplar, þannig að það er heldur gott. Ítla gott. Herru, ég bara þakka fyrir spjalli og gangi vel á morgun. Sömuleiðis, takk. Jæja, Ingo, komin til Noregs. Hvernig gekk í dag? Eiginlega ekkert gengið. Búið að vera í bílunarvandræðum og búið að koma því í lag. Já. Hvað var að hrjá bílinn? Byrjum fór rokkarammur af og svo bilaði relay og fyrir nitrói og já, það er það sem búið að vera ergja mig í allan dag og var að finna út úr hvað var að. Og nú er þetta komið í lag og nema við fyrir með alltaf mikið nitró, þannig að það verður morgundagurinn keyrt ein flaska á braut. Já, er það svoleiðis? Já, það er skeið í dag. Ein flaska í eina braut og næstu braut eftir var í nitrólus. Hvað ert það með mikið nitró eiginlega? Það er ekki nema 240 en það er greinilega bara svo langa brautir að það dugar í rétt tæpa mínútu í einu, þannig að það er greinilega mikið að fara í gegn. Hvernig ertu stigalega séð eftir daginn? Ég veit ekki alveg en sem ég heyrði á hann þá var ég í 9. En ég er ekki alveg kláraði. En mér finnst að vera alltaf mikið stigum sem ég var búinn að fá með daginn. Hvernig hefur Knastósi verið að haga sér inn í dag? Knastósi var fínn sko, en
Ég heyrði að konverterinn hefði verið slæmur. Ég veit ekki hvað það sko. En hann var ekki að haga sér. Nei, ok. Fyrsta skipti af því að hann brann yfir, sögðu þeir, og síðan af því að það var ekki nógu mikill vökvi á honum. Jæja, þá fyrir deginum hérna í Noregi lokið. Og seinni keppnin eftir á morgun. Fylgjumst vel með.